Sætur Robby. Hæ. Segir þú gott dag? Ég bara góður. Ekki? Býsna góður. Þú ert aðal frumdæmingarmaðurinn hér á slóðir ekki á þessum tíma árs? Alla verið mér námskeið sem eru ágætlega sótt. Já. Það bara skemmtilegt. Já. Þetta orðið svolítið fastur liður, ekki? Þetta núna fjórða haustið okkar. Já. Og það byrja bara vel. Já. Námskeið núna sem klárar í næstu viku og svo byrjar annað námskeið núna í október, fyrsta mánudag í október. Já. Og ég held að það sé búið að skrá, ég held að það sé komið fín skráning á það líka. Já. Það er loga góðu. Já. Og hvað, segðu mér hans frá þessu? Markmiðið er að bara að fólk komi sinn ótamda hest. Já. Og við förum í gegnum smá tamningaferil sem að endar á því að við förum í reiðtúr hérna, hópurinn. Já. Og þannig að fólk er sannarlega með hérna vel frumtaminn hest sem er reiðfær orðin. Já. Kann þessi grunnskilyrði, stopp og beygja og sáttur og rólegur. Já. Og hvað er þetta langur tími sem að námskeiðið stendur í þessu? Þetta er mánuður. Já. Og við erum að keyra þetta í gegn á 3 verklegum tími í viku og pluss það er smá hittingur í upphafi og eitt vídeotími þar sem ég sýnir svona fram á tamningaraðferðir annara líka til að sjá víkka sjóndeildarhringinn, sjá þetta í víðara samhengi og gefa fólki betri skilning á því sem það er að gera. Og geta allir tekið þátt? Nánast allir. Fólk verður að vera hestafólk. Já. Og hafa svona grunn skilning á hestinum og meðhundla hesta á hann. Já. Það er nauðsynlegt. En þarf fólk að vera búið að temja áður eða óhrætt eða getur það? Það þarf ekki að vera búið að temja áður. Það helst að það sé ekki mjög hrætt. Það er ekki gott að vera með hrættan einstakling í frumtæningu þegar það er að veita trippinu mikið styrk og stuðning og standa við hliðina á því og hjálpa því. Já. Það er nóg að vera með hrættan hest og það er nóg að díla við það. Já, já. En er þetta á hvaða aldri er fólk sem hefur verið að koma í þetta helst? Ég held að ég sé búinn að vera með alla flóruna. Já. Svona, ég held að yngstur hafi verið 14 ára. Já. Og upp í 70 og eitthvað. Ég man ekki hversu 70-75 ára gamall. Já. Og ertu með eitthvað skemmtilega sögur? Verið ykkur óvæntar uppákomur á þessum námskeiðum sem má gefið? Já, það var ein óvænt saga hérna í fyrra. Þar var einn að byrja hérna á ganginum að eiga við trippið sitt sem var mjög hrætt trippi og lítið illum látum. Náði að rífa af honum spottan og hurðin hérna var hálflokuð og hesturinn er að stinga hausnum undir og lyfta hurðinni og hleypur hér út. Já. Hann fannst 3 eða 4 dögum seinna þessi upp í heiði hestgreið og þetta var nú leiðilegt en þetta er svona kannski óvæntasta uppákoma sem hefur komið. En alltaf annars gengið vel og... Já, alltaf gengið vel og svo tókum við þetta verkefni bara að okkur og stóðum betur að því og þetta var ekki í tíma hjá mér, þá var hann að vinna einn hérna, kallinn. Já, æfa sig. Æfa sig á milli tíma og svona og þetta endaði nú svona en hvað lærði hann af þessu? Standa betur að vígi með vera búin að loka í öll götin sem geta komið upp á. Þetta er nú svona eina óhöppið kannski sem hefur gerst en það komist allir lífs af og hesturinn var óslasaður og heilbrigður og allt í góðu. Já, fekk góð útrás. Já, fekk góð útrás. Útkvíltur tilbaka á námskeiðinu. Já, hann var hættur greið og hérna en þetta endaði allt vel, það fyrir öll. Og hvað fyrir fólk sem langar að taka þátt og er með trippi sem að það langar til að temja sjálft, náttúrulega undir leiðsögn, hvernig fólk á snúða sér? Ég hef verið að halda þessi námskeið hérna með Fáki, hestamannafélaginu Fáki. Já. Og Jón Finnur stendur vaktina heitir Breiðhöll og tekur móti skráningum. Já. Og ef einhver áhugasamir eru þá geta þær haft samband við Jón Finn og sér hvernig staðan er hér inn á námskeiðinu. Og hvað kostar svona námskeið? Ég held þetta síðan með 35.000 krónur með öllu aðstöðun, reiðhöllin og allt inn í því. Já. Þannig að það eru útbyrðir að gera þetta sjálfur svona heldur en senda hestum tamningu? Já, í raun og veru. En það þarf alltaf að halda hestin líka og það kostar líka pening. Þannig að þetta er, og líka bara skemmtilega fyrir fólk að prófa þetta á eigin skinni og kynnast húsinu hvernig það er í grunninn.
oft þetta kannski með merar og þetta er náttúrulega mikilvægt að geta kynnst akkurat þessum tíma sjálft. Algjörlega. Þegar hesturinn er að læra. Já, og fólk veit hvað á í vændum þegar sér geðslagið og lærir að lesa hvernig hesturinn lærir og þróast í tamningunni og svo fyrir við að meta þegar lengra kemur inn í námskeiðið hvernig það hreyfir sig, ganglægið og þá svona fyrir við að geta svona spáð hvernig framhaldi verður. Já. Það er bara gaman að vinna með grunneðli hestsins, það er bara gaman. Já. Mjög. Þetta er bara spennandi, hljómar vel. Gangið vel og takk fyrir spjallið. Takk fyrir komuna.